Vissuð þið að BL býður upp á þjónustu fyrir BMW-eigendur sem heitir BMW 6+. Já, 6+ kemur að því að við viljum náttúrulega alltaf viðhalda gæðum BMW-bílsins og við erum að aðstoða BMW-eigendur við að viðhalda gæðum bílsins, þannig að við viljum koma til móts við á og gefa þeim afslátt af bæði vinnu og varahlutum út af því að þetta er orðið bara tilfinningalegt. Og ég meina það er líka stundum þegar af hverju þú ert með bílinn eldri en 6 ára, að það er bara, þú ert búin að, eitthvað ástfóstur sem er komið þarna sem að þú gerir það verkum og þú vilt auðvitað halda honum við. Þú færi væntanlega ekki til tannlæknis sem hefði lært tannlækningar einhvers staðar í bílskúrum hjá sér. Mér finnst það sama eiga við bíla. Af hverju myndirðu fara með BMW-inn til fólk sem er ekki faglært í því að gera við BMW? Það er gert rétt. Það er gert að þeim bifvélavirkjum sem hafa bæði farið á námskeið, bara setið kynningar og eru þá að vinna með þau verkfæri sem er ætlast til þess að sé unnið með þegar unnið er í BMW-bílum. Þannig að þú ert að fá svona þessi BMW-gæði sem við ætlumst til þess að við vinnum eftir og þú átt að ætlast til þess að við gerum. Það er rauninni, við byrjum á því að lesa af lyklinum og lykillinn segir okkur rauninni hvað þarf að gera, hvað bílinn er að biðja og við vinnum svolítið út frá því bara. Ef bílinn er komið með meldingu á olíuþjónustu þá tökum við olíuþjónustu, en yfirleitt er þetta líka loftsíða og frjókornasíða. Við reynum að skipta alltaf frjókornasíðu í þjónustuskoðun. Þetta eru frábærir bílar og við viljum náttúrulega hafa á götunni. Þetta er bara gaman að horfa á þá og það er gaman að keyra þá. Hefur ekki alltaf verið einhvers konar mýta það að maður ekki að fara með bílinn í umboðið ef að það þarf að gera við hann og hann er kominn á ábyrgð. Alltaf eins og að umboðið ætli að klekkja á ykkur á einn eða annan máta eða gera ykkur eitthvað grikk og tæma hjá ykkur bankareikninginn. Þannig er það ekki lengur. Sérstaklega ekki á BL og þegar kemur að BMW-hlutanum. Út af að þetta er ótrúlega sterkt út í þjóðfélaginu að þú ferð ekki í umboðið út af að umboðið er að fara að klekkja þér eða það er svo dýrt. En það er bara alls ekki þannig og við reynum að vera samkeppnishæf og við bara náttúrulega hvetjum alla til þess að skoða markaðinn og gera verðsamanburð og þá náttúrulega er það að gera verðsamanburð á þeim grundvelli að það sé verið að bera saman epli og epli. Og við vitum líka, eins og þú talar um þetta brennigat í veskið, en við viljum þá líka að þú upplifir eitthvað annað. Okkur er ekki saman bílinn, þannig að þú fær svona aðeins ekstra frá okkur. Einhvers staðar í Bæjaralandi eru menn sem að reikna þá út hvað hinar þessar viðgerðir ættu að taka langan tíma. Bara olíuskiptin er gefin upp í 3 svokölluðum flat rate units og eitt flat rate unit er eitthvað 5-6 mínútur. Þannig að þetta er svona cirka korter 20 mínútur sem er gefið upp bara í olíuskiptin. En svo ef það bætist við frjókornasíða eða hráolíusíða, þá er sérvinnuliður fyrir það líka. Ef að einhver ástæðum þá tekur það lengri tíma, að þá þarf þú sem kunni ekki að borga brúsann. Hver hefur ekki heyrt heilræði varðandi það að ef þú átt ekki fyrir nýjum BMW, að þá áttu svo sannlega ekki fyrir gömlum BMW. Þetta heilræði á ekki við lengur.